Heil og sæl og velkomin í Avesta. Í kvöld ætlum við að kíkja á fallega andlit í Búðardal. Við smökkum, ítalskar, kólumbískar pizzur í Borgarnesi og kíkjum svona ólínu í samkomuhúsinu á Arnarstapa. En byrjum á Akranesi á hryllingsmyndahátíð. Bíum bambaló, bambaló og dilli-dilli-dó, vinum mínum vagga í ró, en úti bíður andlit á glugga. Við kunum öll að meta vögguvísurnar okkar gömlu góðu og kannski eru hryllingsmyndir bara beint og rökrétt framhald af þeim. Það fær þjóðin allavega tækifæri á að kynna sér, þökk sé þeim Lovísu og Ársæli sem eru með hryllingsmyndahátíð á Akranesi. Segið mér, hvað eru þið að fara að gera hérna í bíóhöllinni bráðlega? Við ætlum að halda kvikmyndahátíð. Hryllingsmyndahátíð, sem við erum að fara að halda núna í lok nóvember, sem heitir Frostbiter og við erum að fara að sýna bara, ég held þetta séu erlendar og íslenskar stuttmyndir með 25 erlendar og 12 íslenskar og líka myndir í 40 lengd. Allt hryllingsmyndir? Já, allt hryllingsmyndir. En allar mismunandi hryllingsmyndir. Reyndum að velja inn svolítið svona, það eru finnar hryllingsmyndir og það eru hræðilegar hryllingsmyndir og ógeðslegar. Já. Ég hjó eftir fyndnar hryllingsmyndir, er það til? Já. Það er nóg af þeim sko. Já. Sumar eru fyndnar af því að þær eru virkilega ógeðslegar en aðrar eru bara, við vorum til dæmis með eina sem voru, gera grín af stereotypum af vampýrum frá manni sem er frá Transylvaníu. Þannig að það er ýmislegt til. Já. Hvað spoila mikið? Hvaðan kemur þessi áhuga á hryllingsmyndum hjá okkur? Já, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á hryllingsmyndum. Ég eiginlega byrjaði að bara, að hafa áhuga á kvikmyndagerð í gegnum hryllingsmyndir og ég bara síðan ég var lítil, þá var elsta systir mín systur sem er 10 árum eldri en ég var alltaf að halda hryllingsmynd fyrir okkur hryllingsmyndakvöld fyrir okkur litlu systkin og sýna okkur alls konar myndir og ég held við höfum bara hort á allar hryllingsmyndirna sem voru í vídeóleginu á sínum tíma og ég hef alltaf haft mikinn áhuga á þessu. Hann ekki eins mikið. Nei, ég sá Edward Scissorhands óvart þegar ég var krakki og mér dreymdi illa bara í 2 ára eftir sko. Og ég hef ekki getað hort á hryllingsmyndir síðan. En svo einhvern veginn, þegar ég fór að læra leiklist, þá langaði mér svolítið að gera hryllingsmynd sjálfur og leika hryllingsmynd, þannig að... Það að gera eitthvað sem hræddi þig? Já, og við gerðum hryllingsmynd og Lovísa var búin að gera 2 áður hryllingsmyndir. Já, hryllingsstuttmyndir og við vorum þarna innan staði til að sýna þetta á, hérna heima. Þannig við bara bjuggum til okkar einn hátíð til að sýna myndirnar okkar. Þið semjið hryllingsmynd, leikiðinni, leikstýriðinni og allt saman? Já, við gerum þetta allt saman. Já, ég ætla hann að leikstýri og skrifa, ég er ekki mikið að leika, það er meira hann. Já, ég sé að leika og borga. Nei. Hver er galdurinn á baku góða hryllingsmynd? Það er svo mismunandi af því að þær geta verið rosalega góðar jafnvel þótt þær eru virkilega slæmar þótt það sé gerfilegt blóð og lélegur leikur í henni þá einhvern veginn geta þær haft áhrif og geta einhvern veginn náð að bara vekja athygli þannig að það er rosa erfitt að segja mér finnst ef þú ert með eitthvað á bakvið það sem þú ert söguna sem þú ert að segja það finnst mér alltaf bestu myndirnar. Hvenær er hátíðin? 24. til 27. nóvember. Já, bara, er það nú stutt í þetta? Já. Þið verður bara að drífa okkur að fara að vinna. Hvað er aldurstakmark? Já, það er 18 ára aldurstakmark inn á myndirnar, nema í fylgd með forráðamönnum, foreldrum með forráðamönnum. Kvikindislegum forráðamönnum? Já, mér finnst samt þess að við erum með frítt inn á stuttmyndasýningarnar sem verða sýndar í Tómbergi og ég myndi alveg ekkert snúa í burtu krökkum sko. Mér finnst allar að við erum með eina myndana sem var gerð á krökkum sem voru 6 til 11 ára. Já, við ætlum að sýna þess að Child Eater sem er mynd eftir íslenska leikstjóra Erling Thoroddsen sem hann gerði hana eftir námsitt, hann var að læra í Bandaríkjunum og gerði þess að þetta er amerísk hrollvekja eftir íslenskan leikstjóra og hún hefur verið aðeins sýnd hérna og fengið rosa góða dóma á hátíðum út allan heim
og við erum að fara að koma hérna hinga á sýninni í Bíóhöllinni. Aðeins svona hinu venjulega lífi, hvernig svona venjulegt heimilislíf hjá ykkur? Eru þið svona eitthvað að bregða hvort öðru eða eru þið bregðin sjálf? Já, mér bregður rosa mikið. Ég er alltaf þannig, ég bregður eins og ég að segja bara þegar það kemur upp úr brauðrústinni og hratt einhvern veginn og svona, þannig ég er voða jumpy. En mér finnst samt oft sko, það situr ekki lengi í mér svona eftir að ég horfa á myndir. Ég er ekki handónýt í marga daga eins og hann sko, en Ert þú ekkert ennþá farin að sofa þegar þú horfir á góða hryllingsmynd? Nei, það kemur fyrir. Ég þarf yfirleitt að horfa á eitthvað góðan Friends þátt eða eitthvað eftir að ég horfa á hryllingsmynd. Því annars bara dreymi mig þetta nóttina og sef ekkert sko. En mér bregður ekkert rosa mikið sko. En ég er þessi sem að dreg fæturnar upp í sófa þegar kemur eitthvað creepy skrýmsli skilur út. Ég held að það sé undir sófanum sko. Mér sýnist hérna, er ekki hljóðið eitthvað lélegt á hérna þessu hér? Hvað er svo hægt að fá miða á þessa fínu hátíð? Það er miðasala á tix.is fyrir alla hátíðina og svo er þetta að kaupa passa inn á alla viðburði og svo er þetta að kaupa miða spes inn á hvaða viðburð fyrir sig, bara á staðnum og kaupa miða bara samdægur. Til dæmis ef fólk vil bara sjá tveldítar eða ef bara koma á Hack and Slash námskeiði sem við erum með. Hvað í ósköpunum er það? Hack and Slash námskeiði við fáum til okkar stuntfólk, áhættu fólki sem gerði Dead Snow myndirnar. Gerðu áhættu atriðin í Dead Snow og þau ætla að kenna þeim sem taka þátt í námskeiðinu bara svona áhættuleik og hvernig á að deyja í myndum. Já, og taka upp svona einhverja mini-splattermynd þannig í lokin á námskeiðinu. Og þau eru einnig líka með fyrirlestur sem er frítt inn á reyndar sem heitir How to Kill a Nazi Zombie þar sem þau sýna atriðin úr Dead Snow sem þau voru að gera og segja okkur hvernig þau gerðu þau. Þannig að þið hafa áhuga á því að geta dottið inn á fyrirlesturinn en það kostar reyndar inn á námskeið. Já. Bros getur dimmu í dagsljós breytt og það urðu vegfarendur í Búðardal svo sannarlega varið við í sumar. Heilu veggirnir brostu til gesta og gangandi. Við fundum höfundinn og fengum að heyra hvernig þetta verkefni er til komið. Þetta byrjar þannig að haft samband við mig, fransk kvikmyndagera kona og Íslandsvinur og spyr hvort ég vilji taka þátt í þessu verkefni. Ég var auðvitað fljót að svara því að taka þátt og ég vissi ekkert hverju ég var að svara í rauninni, var með bara svona grunnupplýsingar. En það er samt þannig að hver sem getur sótt að vera þáttakandi. Já. En það var auðvitað voða gaman að fá svona kall. Markmiðið með Inside Out er að velja sér málstað og vekja athygli á honum í hjálp portrettljósmynda. Og markmiðið er að gera heiminn betri. Þú ert að vekja athygli á einhver, þú vilt bæta heiminn. Og það er inngangspunkturinn og þá ertu í rauninni, ég veit ekki hvernig ég þýða þetta, þá ertu í rauninni að setja heiminn Inside Out, bara snúanum í rétt átt. Og valdið þú þessa skemmtilegu nálgun, allt þetta fallega fólk upp á alla þessa reynslu upp á vegg? Þá fekk ég það hlutverk að skipuleggja verkefni og taka myndir og halda utan ferlið allt. Og rauninni kannski var ég svolítið mikið sjálfstæð í þessu þangað til að koma því að líma myndirnar upp. Þá fekk ég heldur betur góða hjálp. Góðir einstaklingar sem lögðu mikið á sig fyrir mig og verkefnið. En af hverju þessi nálgun? Af hverju tókstu þessa miklu reynslu í þessu fólki og settir hana fram svona fallega? Sko þetta, ég var í sjálfu sér búin að velja mér annað verkefni, miklu viðkvæmara verkefni og svo þegar Helga Möller söngkona kemur hingað í dalinn að frumflýta lagið sitt Tekami bréfið sem er japanskt lag sem hún fekk í hendur. Þá fórum við að spjalla saman og ég fór að tala við hann mitt verkefni. Þá kom upp þessi hugmynd að ég myndi bara aðeins svissa yfir og fara að vinna með eldri borgarana líka. Sem við gerðum svo og þannig að við erum þarna með 2 aðskilin verkefni en vinnum að sama málstafnum og í því felst samvinnan okkar sem er mjög skemmtileg. Ég bið ykkur öll að skilja hvað ég segi, mín hegðun sífellt breytist, í fortíð nú ég bý. Ég bið að megið þið farum lífsins gæfu vegi.
svo hittumst við enn á ný. Og var ekkert mál að fá fyrirsætur í þetta? Í sjálfu sér ekki. Ég byrjaði á því að auglýsa á Facebook. Eftir fyrirsætum og reyndi að höfða til aðstandenda. Það skilaði reyndar ekki miklu. En nokkrum þó. Svo hafði ég samband við dvalarheimili og fekk að koma þangað og þá gekk þetta alveg smurt. Er eitthvað sérstakt sem þú einbeitir að? Hvernig nærðu fram þessum fallegu djúpu svipum sem að allt þetta fólk hefði svo magnað að horfa á þessa veggi? Sko allt þetta fólk hefur sína sögu sjálft. Já. Og þetta... Styðstu við sama brandara alveg? Nei, það var ekkert handrit, ekkert skipulagt. Þetta snýst þetta bara það að vera bara pínu glaður heldur sjálfur. Að reyna að hafa létta stemningu og hafa gaman og ég gerði þetta en ég var ekki með ljósbúnað því að stöðugt flask getur verið áreiti í augu og valdi að vera sagt, í opnu rými eins og setustofum og svona þannig að fólk gat sko, setið og fylgst með og verið þáttakandur allan tíman og það var mjög skemmtilegt og sumir sem vildi ekki láta mynda sig voru samt með og nutu samverunar og sjálfsagt hefur það líka skilað ýmsu, það var stundur stuð á fólkinu í kringum okkur. Verkefnið er ekki bara bundið við Búðardal, þú ert einhvers staðar annars staðar líka? Sko verkefnið á þetta bara fjalla eldri borgar almennt en það eru reyndar mjög margir sem halda að þetta séu eldri borgarar úr Búðardal. En vissulega heimsótti ég dvalarheimili hér og svo á Reykhólum, sem er hérna ekkert langt frá og fór einnig á Hrafnistu í Reykjavík og Lögmannshlíð á Akureyri. Og þá var ég eiginlega sko búin með þann tíma sem ég hafði fyrir verkefnið. Þá þurfti ég að fara að vinna úr og koma myndunum bara upp og af stað. Já. Og ykkur eru á Akureyri, er það ekki? Jú, ég er með 14 mynda úrtak á Akureyri og það er í annarri útfærslu. Það er prentaða ál. Þetta var hluta listasumri í sumar og þess vegna þurfti ég að leggja auðvitað upp með það að þetta myndi endast sumari. Ég treysti ekki pappír, svona eins og hér, þó að það sé endast mun betur en ég þorði að vona. Og ég setti nú myndirnar upp þar svolítið fyrr því þá var Helga Möller að flytja lagið sitt Teka mig bréfið í Akureyrarkirkju og myndirnar voru settar upp svona til stuðnings því verkefni. Og svo fekk þetta að vera þarna yfir listasumar og myndirnar verða tekna niður í lok nóvember þegar að ég verð með smá sýningu þar núna. Já, hvar ætlar það á sýningu? Í listagaleríunni Mjólkurbúðinni, þar verð ég með allar myndirnar af því þær eru nú bara 14 á Akureyri núna, ég ætla að fara með þær allar. Já. Og eitthvað örlítið kannski til viðbútar. Inside Out verkefni er verkefni fransk listamann sem að kalla sig JR og ég ber það bara fram upp á íslenskuna. Og hann hefur verið að stilla upp svona verkum víða heim og vekja athygli á málstað og ekkert reynda farið þá leið stundum að vera hreinlega með ólöglegar sýningar, þar að segja líma myndir upp það sem án leyfis. En hann hefur verið að vekja athygli á mjög mikilvægum málstað og fekk þessi TED Prize verðlaun sem eru mjög virt verðlaun. Já. Sem að gerur honum kleift að stækka verkefnið og þróa þetta Inside Out sem verkefni á heimsvísu. Og það gengur þá út á það að hann er auðvitað og hans teymi er að vinna sýningar og fá fólk víða í heiminum til þess að taka þátt í Inside Out eins og ég gerir hér á Íslandi. Burstabærinn í Borgarnesi fer ekki fram hjá neinum sem betur fer, því þó hann sé afar íslenskur við fyrstu sýn, hýsir hann ekta ítalskan pizzastað sem rekinn er á fjölskyldu frá Kólumbíu. Eilífur Friður, betur þekktur sem Ríkharður, gaf sér tíma til að fara eins yfir þetta með okkur. Hvernig dettur ykkur í huga að opna fyrirtaks ítalskan pizzastað? Af því ég var mörg ár, áður fyrir 92 til 96 held ég á veitingahúsi í Ítalíu. Þar sem vinir mínir eiga þetta og lærði að vinna á Solisop, eldofnin. Og svo þegar við giftum húsi ákváðum við bara kaupa okkur líka svona eldofnin eða viðarofn og búa til pizzur. Og það fólk mjög ánægð með pizzunar okkar líka. Þetta er svona ítalska pizzur sem sagt.
Ég gaf mér hérna upp að þú væri ítalskur og það ertu alls ekki. Nei, alls ekki. Nei, þú ert ekkert að koma inn á ykkar matarhefð, er rík pizzuhefð? Nei, ekki mikið í kolumbísk hefð. Nei. En ég meina, ung fólk í dag, þú veist, alls staðar í heimi eru að borða pizzur mjög mikið. Já. En mér fannst bara, þú veist, að ég vildi bara byrja með þetta og svo fer að bæta við fleiri rétti vonandi bara næsta vor. Já. Og ætlum við að opna eldhús og vera með inn á milli líka suðurameríska rétti. Þannig að fólki fer aðeins að læra að borða það líka með. Þú heitir Ríkharður, kallaður Ríkharður, já. En heitir eilífur friður. Já. Viltu segja mér aðeins frá því, hvernig það er til komið? Það var vegna þess að þegar ég fékk íslensku ríkisborgari á sínum tíma, einhvern tíma fyrir 92 held ég, 92. Þá vildi yfirvöldin að ég myndi bara breyta, eða sem sagt heita annarkvort Jörgen eða Ríkharður, sem er svona lík við nafni mitt, upprunalegu nafni. Og ég var ekki sáttur við og ákvað ég bara frekar að mér var satt að ég þyrfti að breyta nafninu mínu þá til að fá íslensku ríkisborgari rétt. Og ég ákvað bara að fara út í eilífur friður. En var svolítið fyndin en samt sem var svona aðeins til að mótmæla líka. Já. Hafa þau mótmæli borið árangur? Það er búið að breyta núna lögunum, eða ekki? Eftir að ég gerði þetta, það voru margir búin að reyna, þú veist, að fá þetta gegn. Það fór í Alþingi og svo var þetta breytt. Sem betur fyrir það var svona gömul lög sem voru undan áður en ég gerði þetta og svo núna fólki sem fær ríkisborgari í dag getur fengið sinn upprunalega nafni. Af því þetta var annars bara þá fannst mér að verða svona mannréttindabrot, þú veist, það var ekkert alveg rétt. Forræðishyggja ákveða nafnið þitt? Já, alveg svo þegar þið farið til Suður-Ameríku, Kolumbíu eða hvað sem þú heitir Jóna, þá heitir þú líka Jóna þar, þú veist. Eða Margrét, það heitir ekki Margarita heldur en bara þitt upprunalegu nafni, það verður að halda og virða það líka, finnst mér. En hefurðu reynt að breyta þetta tilbaka? Ég get alveg gert það núna en ég ætla ekki að gera það strax. Nei, mér finnst alltaf ennþá aðeins að stríða. Þú og konan þín reykið þetta alveg, standi vaktina alla daga? Já, við erum að gera það. Af því við erum að byrja með þetta, það finnst okkur þú veist að maður á að gera það til að meðan við erum að byggja upp staðinn, þá verðum við að gera það. Það er okkar skylda. Af hverju eldbökuð pizza? Er eitthvað munur á þessum? Jú, það er eldan, þú veist það er bæði bragð og finnst mér svona þynnra pizzur. Ítalska pizzur er svona léttari heldur en venjuleg pizza sem þú fær, það er svona þunn botn. Og það er einhvað sem ég tel mér að ég kann að gera það og fólki hefur verið mjög ánægð með það. Eru það fljótar? Við erum þannig séð þegar við erum með svona meðal hiti svona kannski 190 til 250 gráður til að geta baka svona eina við 5 til 6 mínútur hverja pizza. En eins og var í sumar, þú veist, við vorum 2 að baka og þá þurftum við að kasta eina við 4 mínútur pizzur út. Þá vorum við með á 300 gráður hiti. Það er mikil hiti en samt sem var gaman. Maður verður að vera svolítið vanur til að... La Colina, nú sjá allir sem keyra hérna í gegnum Borgarnes, þannig dásamlega hvað ég kalla Burstabæ. Er þetta ekki, þetta hús er svolítið sérstakt? Já, þetta hefur alltaf verið, þetta er gamla nauthóll. Þetta er gamli nauthóll, Gamli nauthóll sem var hérna í Reykjavík, það var fluttur hérna til Borgarnes 2007. Er með dorf á þakið og La Colina, það er að því húsið stendur pínulítið á hæð. Colina þýðir hæð og La Colina er með greinin hæðin. Já, ítölsku. Á spænsku. Á spænsku og líka ítölsku, á ítölsku líka er Colina, en þetta er svona spænsk nafn. Og við erum bara eins og segja smátt aðeins að endurbæta og breyta það sem þarf að breyta til að gera betur. Ef ég geti samið innkynningu fyrir Ólínu í 2 setningum, væri ég á lista yfir mögulega Nóbelsafa í ritlist. Ég segi því bara, hér er Ólína og gjöru þið svo vel. Ólína, segðu mér aðeins hvað þú ert að gera hér, samkomhúsinu. Svona almennt, ef ég er að gera eitthvað hérna, þá reyni ég að elda eitthvað og sinna gestum ef þeir koma. Ef þeir slæðast inn. Ef þeir slæðast inn. Og
ég svolítið sérkennileg í þessu að ég hef ekkert á móti því að þeir komi ekki, sko, en það ekki mjög svona viðskiptalega gáfulegt. Ég vil að komi gestir, sko. Já. En mér leiðist ekkert þó þeir komi ekki og þá nóg annað að gera. Ég teki eftir einu á þeim, ég teki eftir því þegar við erum að spjalla saman að þú virðist geta gengið að bókarekkunum hérna og virðist vita nákvæmlega hver og ein bók og hvað stendur í þeim. Hvað ertu svona rosaleg bókakona? Ég rosaleg bókakona. Og við eigum mjög marga bækur. En ég les ekki mjög mikið. Ekki lengur. En ég skanna bækur svolítið. Þannig að ég veit svona yfirleitt hvað þær eru. Kannski síst skáldsögur. En svona ég veit, ég bara svona flett í gegnum þær og sérstaklega svona einhverja sagnfræði eða þess háttar og það svo ótrúlegt. Ég svona veit nokkurn veginn hvar ég finn hlutina. Þetta svolítið merkilegt húsnæði. Hvað var hérna í upphafi? Þetta byggt sem félagsheimili og náttúrulega félagsheimili á þessum tíma þau náttúrulega bara þau rúmuðu allt. Það var gert ráð fyrir skólanum hérna, af því að Laugagerðisskóli ekki byggður fyrir en á 7. áratugnum og þá fara krakkarnir hérna að fara þangað í heimavist, en fram að því var kennt hér eftir að þetta hús var byggt 1950 og svo bara eins og í öðrum félagsheimili þá var öll starfsemi hér sem að gekk út á það að fólk kæmi saman og ef að fólki datt í hug að vera með námskeið eða eitthvað þá var það hér og þar á meðal náttúrulega jógaskóli Sófaníasar Péturssonar sínum tíma. Hann byrjaði reyndar hérna held ég niður á Sjónarhóli sem að þau kaupa og ég veit ekki betur en að þetta sé bara fyrsti jógaskóli á Íslandi. Hvenær hefur verið tíma til að semja þessi dásamlegu ljóð og lög sem ég hef heyrt eftir þau? Þau koma nú bara svona þegar það koma. Koma þau til þín? Já, þetta mér finnst alltaf svolítið asnalegt þegar ég var að tala um að hlutin svona komi til manns en þetta verður alltaf til í kollunum á manni eða ekki. Ég byrja að yrkja bara sem krakki að þetta var svo mikið kringum mig, mikill áhugi á kveðskap og endalausar vísur og ljóð og kvæði og lestur á þessu. Ég hafði bara áhuga á þessu greinilega. Og þetta fjölskyldan bara? Já. Amma, dagverðara. Já, amma, þú ert frá dagverðara? Já, pabbi frá dagverðara. Já. Uppáhaldslagið mitt á þessum disk númer 3 og heitir Í hleininni. Já. Geturðu sagt mér eitthvað sögun á bak við það? Já. Þetta bara saga þó að það komi inn þarna þessi atburður þegar Langafi drukknar bara þarna í lendingunni heima, þá fjallar þetta í rauninni ekki það. Þetta bara fjallar svona lífið og þetta svona hvernig fólk deildi með sér. Og þó það ætti kannski ekkert mikið, þá deildi það með sér og svo bara gekk þetta svona, fólk var að drukkna og deyja eins og í dag og þetta var svolítið, ég sá þetta svolítið fyrir mér, þetta hefur ekki verið skemmtilegt að horfa upp á pappa sinn drukkna þarna í fjörunni þegar að fólk var náttúrulega óseint og það var einmitt verið að bjarga
bátnum sem að náttúrulega skipti öllu máli. Þetta var náttúrulega lífsviðurværið að fólk hætti lífi sínu til þess að bjarga þessu verkfæri sem að skipti það öllu máli. En fyrst og fremst þetta bara þetta að afla og deila með sér. Herri, ég þakka þér fyrir þetta spjall, Ólína mín. Það notalegt að koma hérna til þín í samkomuhúsi. Við látum þessu lokið í kvöld og þökkum fyrir okkur. Sjáumst eftir viku. Í hleininni var hlúðað bát sem hlaðinn kom að landi. Ef aldan var þeim eftirlát og ekkert varð að grandi. Klöppina yfir kæna dróst, kjölurinn særði steininn. Merkir það enn ljóst sem öldruð geymir hleinin. Þarna út afa minn sem oft við breymið háði. Baráttu bátinn sinn barðist fyrir náð.